Ég kom inn á jólasmiðju hjá Kvenfélagi Þistilfjarðar hér á Svalbarði og hér er verið að föndra jólakrans. Hildur, hvað ertu að gera? Þetta er svona veggjakrans eða hurðakrans eftir hvernig maður vill hafa það og við erum raunin að gera okkur grunninn hérna. Við bara svona til að einfalda lífið þá setjum við þetta í svona fóðurstamp sem er búið að saga raufar í. Þannig að þá fær maður svona gott hringlaga form og getur svo auðveldlega þá komið vírnum hér í gegn til þess að binda hann saman sem að gera það þá auðveldara að vefja hann svo en halda hringlaga formi. Þetta er snilld. Hafið þið oft verið að gera þetta á föndurkvöldum eða jólakvöldum? Nei, það er alveg bara hvað okkur dettur í hug hvert árið, sko. Þannig að þetta var bara raunin í ár. Sennilega lítið gert í fyrra, en hvað hafið þið svona verið að finna upp á að gera? Við erum náttúrulega, þetta er náttúrulega svona, í grunninn reynum við að hittast alltaf bara á handavinnu kvöldum, nokkrum sinnum yfir vetratímann og þá er ýmist hvort við erum hér eða heima hjá einhverju og þá er nú yfirleitt hver og einn bara svona með sín verkefni og sína og deila en einstaka sinnum þá fær maður einhverja hugmynd eða einhver okkar fær hugmynd og og þá búum við okkur til námskeið. Stundum fáum við einhvern að til að kenna okkur eitthvað en stundum erum við bara að leiðbeina hvor annarri. Það er hérna. Og það er staðan núna, þið eru að leiðbeina hvor annarri? Já. En það eru nokkra gerðir greinilega af krönsum í boði svona til þess að föndra við, er það ekki? Jú, við erum líka með sko hálmkransa eins og ef fólk vil gera bara svona hefðbundin borðkrans, aðventukrans. En svo er ég búin að safna af mér svona greinum svona héðan og þaðan, lerki og birki og furu og meiri segja bara uppþotnaður vallhumall getur verið mjög fallegur í krans. Er þetta allt úr Þistilfirði? Nei, ég fór nú smá ránsferð í skógarreitin hjá systur minni í Eyjafirði og náði mér þar í furu og lerki. Er ekki rosalega nauðsynlegt að vera í Kvenfélagi? Fyrir mig er það mjög nauðsynlegt. Hvað gefur það þér? Þetta er svona alltaf svona hópur sem ég tilheyri og þetta gefur mér tækifæri til þess að læra af þeim sem eldri og reyndari eru, bæði handverk og bara lífsreynslu sem það deila með og hver annari. Og svo auðvitað skemmtum við okkur oft mikið saman. Við förum í leikhúsferðir og okkar besta stundir yfirleitt jólavakan sem við höfum bara svona í vikunni fyrir jól. Þar sem við notum þetta húsnæði og dressum okkur upp í fína kjóla og borðum fínan þriggjarétta mat og förum í pakkaleik. Er einhverjum boðið með? Nei, það er alveg lokal, sko. Við höfum ekki boðið mökum eða þannig gestum, sko. En nú takmörk á allu. Kvenfélag Þistilfjarðar var stofnað á Svalbarði á jóladag árið 1915 og hefur síðan verið mikill drifkraftur í góðgerðarmálum og skemmtanalífi sveitarinnar en einnig látið gott af sér leiða á landsvísu. Kvenfélagið á sterkar rætur í hjörtum fólks á og af svæðinu. En tegir sér svolítið út á Langanesi líka og þá aðalega konur úr sveitinni og þar sem eru ættaðar úr sveitinni en búa í dag út á Þórshöfn en vilja fylgja sínu gamla sveitarfélagi. Hvernig er aðsóknin í Kvenfélagi? Hún er svo sem ekkert mjög mikil, endurnýjun er nú ekkert hröð en við erum, ég man ekki nákvæmlega tölunni, 24 eða 5 eitthvað svoleiðis, það er ekki margar ungar og svo náttúrulega eru þær svona koma og fara aðeins, eru ekki heima tíma en skila sér svo stundum heim aftur og svona, en það er bara mjög gaman að því sko. Hvað hefur Kvenfélagi gefið þér bara sem manneskju? Þetta er náttúrulega bara félagsskapurinn, hressar konur og gaman að hittast og gera ýmislegt saman, bara sitja og prjóna og spjalla eða föndra eins og við erum að gera núna eða bara eitthvað sem okkur dettur í hug, bara svona eins og við segjum, gaman saman bara. Þetta er búið að vera voðalega dauft yfir þessu, við höfum búið að lítið náð að hittast og svona, þannig að það er ekkert svona, eins og við segja, það er ekkert skemmtilegt en vonandi fer þetta alltaf að komast í gang aftur. Það er allavega sér bros á hverju andliti í kvöld? Já, við erum alltaf mjög ánægðir þegar við náum að hittast og spjalla og svona. Það eru bara mjög bætandi að hittast og svona.
Það eru jólin framundan og svo koma þorrablótin. Hvernig eru þau hér hjá ykkur? Heyrðu, við erum eitt stórt sameiginlegt þorrablót, bara Langanesbyggð og Svalbarðshreppur, við erum öll í þessu saman og höldum það á Þórshöfn og við það er yfirleitt önnur helgi í Þorra sem við höldum það. En já, jólin við byrjum á jólunum eins og sagðir og þetta er bara svona hefðbundi, við höldum svona jólaböll og svona og þannig að það er svo sem ekkert sérstakt sem við gerum þannig, þetta er bara svona hefðbundin jólheldi eins og bara hjá flestum. Þær slá ekki slöku við eldri konurnar í kvenfélaginu sem hafa verið starfandi þar í 50 ár. Já, hvað við búin lengi í kvenfélaginu, nú fórstu að fara langt og dálítið djúpt. Meira 50 ár, því ég er búin að vera í 50 ár og hún var komin undan mér. Já. Ég bara þegar ég var ung, þá fór ég það. Þetta var náttúrulega bara, algjör nauðsyn að konur séu í kvenfélaginu. Já, það er akkurat 50 ár síðan ég búin að vera lengi í kvenfélaginu án hún kom, sko. Hver er búin að vera lengst? Ég hugsa að ég sé búin að vera lengst, ég er búin að vera býsna lengt. Ég held að ég sé búin að vera lengst, en það er ég elst líka. Má ég 60 ár. Ertu búin að vera 55 eða 60 ár, hvað varstu nokkra ára hjá þér? Það fara allir hér bara í kvenfélag bara eftir dvörmingu. Já, þú sér það núna hvernig ekki félagskapur Já, ég veit. Það gefur manni svo mikið. Já, ægilega gaman, minnst gott að starfa í kvenfélagi. Eins og áður sagði hefur kvenfélagið aðsetur í félagsheimilinu á Svalbarði. Það er náttúrulega bara grundvöllurinn að starfinu, skulum við segja, sko. Að þá höfum við alltaf stað og það er ekki nauðsynlegt að fara að laga til heima hjá einhverjum til þess að geta boðið og við þetta náttúrulega stöndum fyrir spilakvöldum og bingo og jólaballi og svona. Þetta er náttúrulega bara svona félagsheimili sveitarinnar. Og allt fer þetta ágóðun á svona fer til góðra mála? Já. Og allur peningur sem við söfnum fer í svona. Já, þau málefni sem þess þurfa, sko.